Komið sæl. Ég ætla að sýna ykkur stuttlega hvernig þið getið notað forrit sem er inn á vefsíðu til þess að teikna upp annars stigs föll. Og slóðin inn á þetta er hérna inn á vefskólanum, þannig að þið getið nálgast það þar. Þið sjáu hérna neðarlega stendur forrit til að teikna graf hérna niðri. Ef þið smellið á það þá ætti þessi vefsíða hérna að opnast. En þið getið sem sagt með því að fara inn á þessa vefsíðu, látið teikna fyrir ykkur fyrsta stigs eða annars stigs föll eins og við erum að æfa núna í kaflanum. Og þá getið þið séð hvernig það breytist með hinum ýmsu stuðlum A, B eða C. Og þið getið notað þetta til að skoða núllstöðvar. Þið getið búið til dæmi fyrir ykkur sjálf og æft ykkur að teikna og athuga hvort þið fáið rétt svar. Þannig að möguleikarnir eru óendanlega margir. Ég ætla að sýna ykkur nokkur atriði sem það er gott að kunna á. Í fyrsta lagi sjáum við hérna stendur X og svona hattur 2, það þýðir að þetta er X í öðru veldi. Og bláa línan sem er þarna hægra megin á skjánum er sem sagt graf fyrir fallið X í öðru veldi. Nú ég get skrifað hérna +3 og athugað hvernig lítur þetta út ef ég ætla að teikna X í öðru veldi +3. Smellið síðan á hérna draw og þá teiknast upp ný mynd. Og ég get athugað hvernig lítur þetta út ef það er X í öðru veldi +3x - 2. Ég læt hann að teikna þetta fyrir mig. Og þið sjáu að þetta gerist á örskot stundu. En þið getið leikið ykkur að setja ólíkar jöfnur hérna inn og látið teikna fyrir ykkur. Og svo líka stendur hérna second graph. Og þar getið teiknað upp til dæmis eitthvað annað og látið hann að bera saman. Ef ég ætla að teikna bara upp X + 3 sem er fyrsta stigs fall. Og nú læt ég hann aftur teikna. Og þá sjáum við að rauða línan er sem sagt fallið X + 3 og bláa línan er X í öðru +3x - 2. Þannig að það er hægt að skoða skurðpunta og margt fleira á þessu. Nú eitt í viðbót sem ég ætla að sýna ykkur er hérna niðri að stendur display properties að X-ásin er hérna frá -5 og upp í 5. Ég get breytt því svo látið hann vera frá -10 upp í 10. Sömuleiðis y-ásinn frá -10 upp í 10. Og ef ég teikna þetta upp aftur þá sjáum við að myndin kemur aðeins öðruvís út. Hver rúða er 1 og það er merkt þarna 2, 4, 6, 8 og svo framvegis. Nú rétt í lokin eitt í viðbót að það er hérna ef ég skrolla aðeins niður að þið sjáum hérna calculating single values og svo er hérna 1, 2 og 3 hérna niðri að ég get annarkvort slegið inn fall hérna og láta hann að reikna fyrir eitthvað fall eða ég smelli á 1 og þá tekur hún fallið sem ég sett í reitin hérna uppi hérna. Nú ef ég vil láta hann að reikna fallið sem ég sett í fyrir aðra línuna þá smelli ég á twistinn en annars get ég skrifað eitthvað hérna líka. Ég skrifa til dæmis fallið 2x + 4 fyrsta stigs fall og ég vil láta hann að gera gildistöflu fyrir 1, 2 og 3 og svo ef með því að smella hérna á calculate og þá birtist gildistöfla fyrir þetta hér. Þannig að þið sjáu vonandi möguleikann í að nota þetta. Endilega prófið þetta og fiktið ykkur áfram og sjáuð hvernig föllin breytast við það að breyta stuðlunum A, B eða C eða jafnvel prófa að teikna upp þriðja stigs fall, sjá hvernig það lítur út. Það er til fullt af svona síðum á netinu, þetta er bara ein sem að ég hef verið að nota og er í hlekk þarna inn á vefskólanum. Þannig að ég ætla ekki að sýna ykkur meira, ég ætla bara að benda ykkur á þetta og hvetja ykkur til að prófa þetta og nota. Takk fyrir þetta.